hail as King. and I will serve you. I will serve you, Give you everything. give you everything. I will lift up I will lift my up eyes to your throne, my eyes to your throne. and I will trust you. I will Trust you all alone. And I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I love to worship. You alone are worthy of my praise. And I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. And I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. You are worthy of my praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are worthy, Lord. Worthy, worthy, Jesus. Even so, come, Lord Jesus, come. Even so, take your bride to you. How my soul longs to be with you, my Lord. Even so, come, Lord Jesus, come. Even so, come, Lord Jesus, come. Even so, take your bride to you.
long to be with you, my Lord. Even so, on Lord Jesus' love. Amen. Við segjum bara hversu dýrlegt nafn þitt alla jörðina, ó Guð. Þinn mátturinn, þín dýrðin, að eilífu. Amen. Takk fyrir að þú blessar þitt orð núna í Jesú heilaga, blessaða, góða nafni. Já. Amen. Amen. Takk fyrir skemmur. Náð og fríður Drottins Jesú Kristi yfir ykkur og með ykkur. Ánægilegt að sjá okkur svona mörg og Drottinn blessi ríkulega nærveru ykkar hér. Ég ætla að fá að tala við ykkur aðeins líkama Jesú Krist. Og ég veit ekki hvað þetta er í hug þegar ég segi líkami Jesú. Þá er það kannski líklæni Torino og líkami sem fór illa við krossfestingu Jesú, en það er annar líkami sem er til. Hans er getið í 1. Korinthubréfi, 12. kapitula, og sjáu þið hvað það segir þar. Ég ætla að fara með bara í 12. og 13. vers. Það er ekkert mjög flókið sem ég ætla að segja við í dag, en þó er þetta. Því að eins og líkaminn er einn og hefur marga limi, en allir limir líkamans, þótt margir séu, er einn líkami. Þannig er á Kristur. Í einum anda vorum við allir skírðir til að vera einn líkami. Þú og ég, þessi söfnuður, hann er líkami Krist. Og þetta er svolítið merkilegt mál, að því við vitum ekki alveg nákvæmlega til þess hvernig líkaminn okkar starfar, en líkaminn, hann hefur eins og allstaðar í hvaða mynd sem við nefnum, þá hefur hann mjög svipað eðli. Bróðir minn, hann kallaði mig í heimsókn daginn og hann gaf mér þetta blað og ég náttúrulega fullur af forvitni þegar þetta er eitthvað vísindi, þá hef ég mjög gaman að ég lesa þetta. Vegna vísindi og kristindómur eru systur. Þetta er ekki andstæðingar, heldur byggja þau á sömu grunnsetningu. Það er sannleikurinn sem að þau vilja hvíla á. Góður vísindamaður, hann vill sannleikan. Góður kristinmaður, hann vill sannleikan. Við erum að byggja á því sama. Annað fer til hægri og hitt fer til vinstri, og það er svo sem ekkert rangt við hægri eða vinstri, nema við setjum pólitík í þetta. Það er alveg nauðsynlegt fyrir því eða þú ert á sjó að þekkja muninn á hægri og vinstri. Því að það er alltaf hægri handa rétturinn sem skiptir máli, og í umferðinni, það skiptir bara mjög miklu máli hvort þú ert vinstra megin á akrinni eða götunni eða hægra megin. Við vitum alveg hvað þetta er. Reglan er svoleiðis, og þá er þetta svo athyglisvert að þegar ég fór að lesa þetta blað, þá kemur þetta fram grein mýkókondríu. Ég veit ekki hvort þið þekki það, en ég ætla aðeins að fara með ykkur inn í sko þennan þátt. Í hverju einustu frumu hjá okkur er líffæri sem heitir mýkókondría. Og þessi mýkókondría, eða mýtókondría, hún er þannig samsett að hún er eins og orkustöð fyrir frumuna, og þeir hafa verið að taka myndir af þessu og ég ætla aðeins bara að sýna ykkur þessar myndir. Þetta er svona líffæri, mýkókondrían, og það er svo athyglisvert með þetta líffæri, þetta er orkustöð frumunar. Og ég get alveg sagt að þetta er batteríið. Og batteríið í frumunni, það hefur rafstraum, og hún hefur það eðli að halda frumunni gangandi. Og hún er ekki bara að hugsa sig, þessi fruma, hún er svoleiðis að þegar hún hefur nógu mikla orku og hún er aflögufær, þá leggur hún hinni frumunni lið.
Hún sendir raforku, hún sendir kraft til annara frumu, jafnvel sem að deyja, og það orðið lítil orka í henni, þá kemur systurfruman hennar til og hún leggur henni til lið. Hún veitir henni orku og hún gefur henni styrk. Líkami Krists hefur alveg sama eðli. Þetta gerist í líkamanum okkar og þetta á að gerast í líkamanum sem líkami Krists. Við erum þess vegna mjög mikilvæg í samkomunni að við komum saman til þess að styrkja hvert annað. Sjáu þið mikilvægi samfélagsins. Fruman í líkamanum sem líður illa og orðin fyrir orkuskorti, henn ekki hent út. Það ekki sagt að hann heyrðu voðalegur aumingi þú. Getur ekki tekið þið saman í andlitinu og verið ein af þessu sterku okkar. Nei, það verið að leggja henni lið. Það verið að gefa henni orku. Það flæðir frá einni frumu til annarar. Það sem að við sjáum að til lífs og viðurværis. Hver kom þessu á? Hver bjó þetta til? Hver skaffaði þessa reglu? Sjáu hvað vísindin að segja okkur mikið líkama okkar sem við höfum ekki haft hugmynd um. En þetta að gerast í líkamanum án þess að við áttum okkur á þessu. En megum við læra af þessu? Og ég ætla aðeins að fá að fara með ykkur inn í þetta mál, að við fáum að læra af því hvernig líkaminn haga sér. Heilbrigður líkami, hann stuðlar að sínu eigin heilbrigði. Og líkami Jesú Krists, hann hefur alveg sama eðli. Við stuðlum að okkar eigin heilbrigði. Því oftast við komum saman, því oftar sem við biðjum saman, því oftar sem við syngjum og lofum Drottinn saman, því styrkari verður líkaminn, því nær verður við Kristi, því betur verður við samstillt. Og vitið þið, þetta tekur meira að segja á heilastarfseminni okkar. Heilastarfsemin hjá þér og mér, við förum að átta okkur á því að við erum bara miklu meira sammála heldur en ósammála. Við Kitti hefur stundum verið að takast á hitt og þetta og við höfum rætt í þaula þetta atriði, hitt atriði og svo framvegis. Og það oftar en ekki að við erum alltaf sammála. Það getur vel verið að hann horfi aðeins á málin öðruvísi, svo þegar ég búin að segja eitthvað, þá hann sammála mér. Og það alveg öfugt sko. Þegar hann búin að segja sitt, þá ég alveg sammála. Vegna þess að við höfum sama úrskurðin, við tökum sömu orkuna frá þessari stóru orkustofnun og við berum okkur saman við orð Guðs. Og þegar orð Guðs fær sýnt og sannað, hvað oss leyft eða bannað, þá það okkar leiðarljós. Jesaja, nú skulum koma yfir Jesaja 50, hann svolítið skemmtilegur með það að hann ber saman og segir alveg hiklust hvernig lærisveinarnir haga sér. Jesaja, sem bara einn af þessum fornu spámunum, hann fekk að njóta þeirra náðar að oftast þegar Jesus talaði og vísaði til Gamla testamentisins eða ritningana, þá vísaði til Jesaja. Þannig að Jesus Kristur og Jesaja spámaður, þó að þeir hafi verið á sitt hverju öldinni, Jesaja 600 fyrir Krist og Jesus Kristur hann á fyrstu öld í okkar tímatali, þá var bara Jesus sammála Jesaja. Og hér segir Jesaja í 15. kapitulunum, og sjáu þið aðeins að leggja áherslu á 4. versið, en þetta lesa samhengið. Svo segir Drottinn: hvar sú skilnaðarskrá móður yðar ég á að hafa rekið hana burt, eða hverjum af lánadrottnum mínum hef ég selt yður? Sjá, sök misgjörða yðar hafið þið seldir verið, og vegna afbrota yðar hefur móður yðar verið burt rekin. Hvers vegna var enginn fyrir þegar ég kom, hví gegndi enginn þegar ég kallaði? Hönd mín svo stutt orðin að hún get ekki frelsað, eða vantar mig mátt til þess að bjarga? Sjáu hvernig Guð lítur á hina föllnu. Hann kominn til þess að reyna að bjarga þeim. Hann kominn til þess að reyna að styrkja þá.
alveg eins og frumundar í líkama þínum gera hvor gegn annari. Svo segir hann í 4. versinu: sjá, með hótun minni þurrka ég upp hafið, gjöru fljótina eyðimörk, svo að fiskarnir í þeim úldna af vatnsleysi og deyja af þorsta. Ég færi himinin í svartan hjúp og sveipa hann í sorgarbúning, af því þeir gerði ekki iðrun, af því það var ekki snúið við. Þeir hleyptu ekki Guði að. Í stað þess að fá líf, þá fengu þeir myrkur. Í stað þess að fá blessun, þá fengu þeir bölvun. Það var þeirra val sem var til þess að uppskeran var ekki nógu góð, en Guð heldur áfram. Og þá segir spámaðurinn: hinn alvaldi drottinn hefur gefið mér læri sinna tungu. Sjáu við hvernig hann leggur líkamannum lið. Hinn alvaldi drottinn hefur gefið mér læri sinna tungu, svo ég hafi vit á að styrkja hina mættu með orðum mínum. Hann vekur á hverjum morgni vekur hann eyra mitt. Og sjáu þið hvað fer í gang. Þegar Guð talar til okkar, þá er það augu og eyru og tunga sem fer að mæla það sama og orð Drottins segir. Og er það ekki þannig með okkur þegar við förum að venja okkur á að lesa orðið, við verðum sammála orðinu, þá förum við óavitandi að vísa til Biblíunar. Einn sagði við mig einu sinni, góður vinur minn suður í Vestmannaeyjum, hann vildi rökraða við mig trúmál og ég yfirleitt sagði alltaf við það: já, en Biblían segir. Snorri, þú verður áttað á því, það er ekki hægt að rökraða við þig ef þú segir Biblían segir. Við getum ekki rökrað við Biblíuna. Ég hafði bara svörin og þekkinguna frá því sem Biblían sagði. Jesaja, hann kendi mér þetta. Hann vekur á hverju morgni vekur hann eyra mitt, svo ég tak eftir eins og læri sinna gjöra. Hinn alvaldi drottinn opnaði eyra mitt og ég þverskallaðist eigi, færðist ekki undan. Og þetta er svo stórkostlegt vegna hér er Jesaja að koma með spádóm frelsaraðinn. Við sem eigum þann að líkamannum okkar, frelsarinn sem færðist ekki undan, hann kom til að taka á sig þínar misgjörðir. Þínar syndir komu niður á honum og það var allt það sem við höfðum til unnið vegna synda okkar, það kom niður á honum. Hann færðist ekki undan. Og sjáu hvað er mikilvægt að við sem líkami Krists, hluti líkamans á þessu landi, að við stöndum okkar skyldu og við lýsum af því eðli sem Drottinn hefur gefið hér inn fyrir kraft og munn heilags anda. Og heilagur andi er okkur gefinn til þess að við fáum að lýsa af dýrð Drottins. Alveg eins og frumurnar í líkama þínum, það eru til sönnuna þess að þú ert skapaður í Guðs mynd og líkami Jesú Krists á þessari jörð, hann hefur nákvæmlega sama eðli. Við styrkjum hvert annað, við blessum hvert annað, við uppörfum hvert annað. Og þegar einn skal annan styrkja, komið með mér í Rómarbréfið. Páll, hann er ekki, þú ert ekki búin að lesa lengi í Biblíunni þegar Páll er farin að tala þetta í Rómarbréfinu. Það er 14. kapitúli, vers 1-2. Það er alveg stórmerkilegt. Ég er svo gaman að því að sjá hvernig samhengið er í Biblíunni og hvað þessi postular hafa verið að kenna. Þessar blaðsjórnar límda saman. Þetta er hættulegt. Gerum þetta svona. Rómarbréf 14. Takið að yður hina óstyrku í trúnni, án þess að leggja dóm á skoðanir þeirra. Sjá, þetta er frábær sálfræði. Þú hefur þína skoðanir og við tökum ykkur að. Hvað gerum við þá? Við förum ekki að rífast skoðanir. Það getur vel verið að þú hafi þessa pólitísku skoðun og hinn ykkur aðra og það er yfirleitt í kringu svona kostningar. Þá rís upp í söfnuðinu hvaða flokk þú ætlar að kjósa og hvernig þú ætlar að velja. En við erum og eigum að vera yfir það hafin að láta það eyðileggja söfnuðin. Við eigum ekki frekar að krefjast þess að það veri réttlæti og það veri friður sem við erum að velja yfir okkur. Við fórum saman í gær, konan og ég hitti óvart fyrrverandi borgarstjóra Reykjavíkur, hann Einar.
og Einar var svo ánægður með Framsóknarflokkinn. Vitið þið hvað hann fann honum helst til blessunar og styrktar? Hann sagði, við erum öfgalaus flokkur. Við veljum engar öfgar. Og mér flaug í hug, það er ekkert annað. Hann velur samt til samstarf við sig helstu öfgaflokka Reykjavíkur. Hvað að ef að ég í öfgalausum flokki vel alla öfgamenn til þess að vera með mér til hægri og vinstri og stýra Reykjavíkurborg? Þá er ekki allt í lagi í toppstykkinu. Við þurfum átt okkur á, sumt sem eru kallaðar öfgar, eru bara einhver öfgar. Það er bara rétt og rátt. Má ég stela? Þú skalt ekki stela sig í boðorðið. Heyrðu, ég er ekki svona öfgafullur. Það er allt í lagi að svíkja undan skatti. Það er allt í lagi að fara aðeins svona til hliðar. Það er allt í lagi að gera hitt og þetta. Þið vitið hvernig þetta er. Við förum að svona slá aðeins af. Já, ég er ekki alveg viss að þetta þurfa að vera. Á ég að halda hvíldardaginn heilagan? Nei, ekki endilega. Þú getur alveg séð til þess að þú bara sjáir til að einhver dagur annars er heilagur. En Biblían segir þetta við okkur að við eigum að velja okkur dag og kristin kirkja hefur valið dag sem er upprýstunardagur Drottins. Við höfum gert hann heilagan og það er einmitt samkvæmt því sem orðið segir. Og hvað eigum að gera gagnvart lögmanninu? Við vinnum 7 daga eða 6 daga og 7. dagun er frí eins og er í dag. Og svo þegar við komum í Rómverjarbréfið og Páll er að tala við heiðingja. Og þið vitið, þetta eru Rómverjar. Þeir eru ekki búnir að vera undir lögmáli Móse í einhverjar aldir. Þeir eru bara heiðnir af heiðnubergi brotnir. Þeir eru vanir því að trúa margs konar guði og nú er verið að kenna þeim. Og Páll er ekki að leggja til að þeir fara að deila skoðanir þeirra. En hann færi þeim nýja sýn. Hann færi þeim nýja skoðun. Hann færi þennan boðskap. Einnig þeirra trúar að allir megi neita en hinn óstyrki neytir einungis jurtafæðu. Sá sem neyti kjöts fyrildi ekki hinn sem lætur þess óneitt. Þið vitið, allur matur og drykkur. Við förum ekki að rífast það hvort það megi borða eða ekki. Auðvitað er öll fæða hrein. Guð var búinn að lýsa því yfir við Móse og hann var búinn að lýsa því yfir við Nóa að öll fæða er hrein. Það getur vel verið að þú viljir ekkert borða beikon eða svínakjöt, en þá er bara þitt að velja. Ég get alveg borða beikon og svínakjöt, af því það er öll fæða hrein. Við vitum alveg, þegar Biblían fer að tala til okkar, að það er svona eitt og annað í okkar samfélagi sem er að reyna að hafa áhrif á hvernig við eigum að haga okkur. Og með þess að kristnir menn, þeir eru ekkert lausir við það að við þurfum að taka afstöðu til ýmissa mála. Má ég ekki, má ég borða svona, má ég borða eitthvað hitt. Við borðum hangikjöt. Ég var einhvern spurður út í Afríku, hvað er það sem þið borðið ekki á Íslandi? Svo ég blessa, við erum alveg svo svínin, við étum allt. Og þeim fannst þetta rosalega gott að við værum alætur og við erum það. Svínin eru alætur. Og vitið hvað merkilegt milli mannsins og svínsins? Það er það að þeir geta tekið þetta með hjartalokur úr svíni og grætt í menn. Alætan, hún getur alið af sér hjartalokur sem að við getum notað ef hjartað bílar í okkur sjálfum. Ég var þakkláttur Guði fyrir að hafa hugsað þetta svona. Alæturnar, þú og ég, við megum þess vegna samkvæmt ritningunni borða bara allt. Með þess að svið. Dóttir mín, hún var eins og kom frá Ameríku og það er einhver amerikani listamaður sem fær að setjast við hlið hennar í flugvélinni og hann hafði aldrei séð Íslending áður. Og hann segir svona við dóttur mína, heyrðu, segðu mér, þú ert íslensk. Já, hvað borðið þið helst á Íslandi? Og við borðum hval og við borðum hákarl og við borðum, svo tíndi hún til, það var svið og alls konar íslenskur matur. Svo fekk hún kort frá þessum manni eftir að hann komið aftur til Ameríku og þá segir hann, þú ert meiri stúlkan, þú plataði mig svo að ég var dauðhræddur að borða eitthvað á Íslandi. Ég þurfti alltaf að fá að vita hvað er í þessu sem er að færa mér. Hann vildi ekki borða hval
Hann vildi ekki borða súran hákarl eða borða hákarl, en þá sá hún auðvitað hvað hann hafði verið að gera. Hún hafði aðeins affært það sem var henni bara eðlilegt. Við étum þetta allt. Við étum hrossakjöt. Það bara svoleiðis. Og það ekki bara allt í lagi. Og það það sem Páll postuli að tala við okkur, við hérna fyrstu frumkristnu í Róm, öll fæða hrein. Ef aðeins á fleiri þætti, komdu með mér í 5. versið, einn gjöri mun á dögum, en annar metur alla daga jafna. Þið vitið, þetta líka svona hjá okkur. Hvað eigum við að gera við þá sem að vilja aðra daga heldur það sem við köllum? Við köllum þetta helgidag, sunnudaginn. Og það vegna þess að Jesús reis upp á sunnudegi. Fyrsta dag vikunar. Þetta þess vegna tengt nýja sáttmálanum, og nýji sáttmálinn, hann kemur þannig fram í Nýja testamentinu að það mjög forvitnilegt að lesa til hvers vegna við veljum sunnudaginn. Ef við færa okkur aðeins til fyrsta dag vikunar, þegar Jesús reis upp frá dauðum, þá mætti lærisveinum sínum, þeir voru á leiðin til Emmaus. Hvað gerðu þeir? Þeir brutu fiskinn og brutu brauðið og þá lukust upp augu þeirra. Þetta var fyrsta kvöldmáltíðin eftir upprisuna. Næsta sunnudag, vikunni eftir, þá var Tómas alfarið að neita því að trúa að Jesús væri upprisinn. Og hann sagði, ég trú ekki nema ég fái að setja fingurna í sárin eða hendina í síðusárin. Það var góð sunnudagur og lærisveinarnir komu saman, þeir læstu dyrunum og þeir voru allir inni. Allt í hennu birtist Jesús. Á sunnudeginum segir við Tómas, komdu, settu fingur þinn í sárið. Komdu með hendi þína, settu í síðu sárið. Og Tómas gerði þetta á sunnudegi. Það getur. Fyrsta degi vikunar. Og hann sagði bara, Drottinn minn og Guð minn. Svo liðu ykkur í 50 dagar þar á eftir, eða 43 dagar, og þá við samankomnir á bæn í Jerúsalem og heilagur andi, hann kemur yfir þá, hellist yfir þá klukkan 9 á morgni. Þeir voru á bæn á hvaða degi? Á hvíta sunnudegi. Þá komið 3. tilfellið, þar sem að þeir héldu hátíðina á sunnudegi. Svo fer Páll postuli, hann fer í trúboðsferð og hann kemur til Grikklands og hann í Tróas, nei það reyndar í Tyrklandi, hann í Tróas í Tyrklandi og Evtíkus blessaður, hann bara sofnaði á samkomunni. Þetta í fyrsta skipti sem við vitum að maður sofnar á samkomun. Það var hjá Páli postula, en það, við getum alveg skilið það, ræða hans tegðist alveg til miðnættis. Ég ætla ekki að vera alveg svo langur í dag, þannig ég ætla að hugga ykkur strax. Nema þetta atriði, þegar hann í Tróas, fyrsta degi vikunar, var þetta tilviljun að lærisveinarnir voru samankomnir á fyrsta degi vikunar, kom til Tróas? Nei. Ef að fara inn í söfnun til Kórintu, hvað var Páll að ráðleggja Kórintumönnum að gera? Að hafa samskotin tilbúin, taka þau saman og svo þau kæmu á fyrsta degi á samkomu að það gefa þau í fórnina. Nákvæmlega saman við erum að gera. Þetta svona 5. skipti sem við getum nefnt sunnudags sem helgidag hjá kristnumönnum eftir upprisu frá dauðum. Bjó kaþólska kirkjan þetta til? Nei, ekki aldeilis. Þetta bara beint úr ritningunum. Og hvað ég að segja með opinberunarbókina? Það var á Drottins degi, fyrsta degi vikunar, sem að Jóhannes tekinn til og honum sagt bara að skrifa niður sýnirnar sem að færa að sjá. Jesús tala við hann. Og Jóhannes hann önnum kafin við að skrifa sýnirnar og það sagt að opinberunarbókin, hún hafi lélegustu grískuna af ritum biblíunar. Og það alveg skiljalegt vegna þess að hann þurfti að skrifa svo hratt. Og þá voru stafsetningavillir hér og það vantaði svona staf og svo framvegis, en þó var alveg myndin skýr. Svo segir Jesús við hann í lok bókarinnar, Jóhannes, breyttu engu. Ekkert að vera leiðrétta.
Og það hluti af þessu kristna hjá okkur. Við munum taka orðið eins og það er. Það þarf ekki að breyta neinu. Ef að hans að halda áfram, komið með mér í 10. versið í Rómarbréfinu 14. 14:10. Dásamlegt orð þegar Páll postuli segir þetta við þá. En þú, hví dæmir þú bróður þinn? Eða þá þú, hví fyrirlítir þú bróður þinn? Allir munu vér verða að koma fram fyrir dómstól drottins. Við munum þar birtast öll. Og dómstól drottins ekki ógn fyrir okkur. Ég hef birst sjálfur fyrir dómstól í mínum málum og það var mér mjög ljúft að heyra dóminn sem að féll. Ég var sýknaður af öllum ákærum, bæði í héraði og í Hæstarétti. Vitið, það var bara ekkert leiðilegt að heyra það. Það var bara sorglegt að vita til þess að menn, löglærðir menn og hámenntaðir, þeir voru auðlar, þeir voru gerðir af fíflum í Hæstarétti og hjá héraðsdómi vegna þeirra röksemdir í lögmálum reyndust rangar. Þeir tengdu vitlaust saman. Ég mátti alveg segja, ég hafði tjáningafrelsi, ég hafði trúfrelsi og ég nýtti með það. Það ekkert víst að menn séu sammála þér. Það ekkert víst að þeir segi já og amen við öllu því sem þú segir, en þegar þú byggir þína trú og þegar þú byggir þína skoðun á orði Guðs, þá veistu það að þú hefur á rétt að standa. Það þarf ekki að fara neinum blöðum það lengur. Það bara satt og rétta sem að orð Guð segir. Og svo skulum við fara saman í Rómarbréfi 15, næsti kafli, og Páll það svo skemmtilegt þegar hann að taka þessi mál fyrir og tína þau til, þá sjáu þið alveg hvað þetta eðlilegur þáttur samfélagsins. Fyrsta versið. Skylt á sinnu styrku, að bera veikleika hinnar óstyrku og hugsa ekki sjálfa oss, sér hver af oss hugsa náunga sinn. Alveg eins og frumurnar gera. Alveg eins og mikrokondían gerir gagnvart frumunni sem veik. Hún leggur lið, hún styrkir líkamann. Og það vitað, og það haldmanna til dæmis, að ástæðan fyrir því að við eldumst á hrörnum, það sé vegna þess að mikrokondían í frumunum okkar, það allar verða gamlar. Það allar missa orku. En vitið þið, það bara mjög bjart framöndan. Í 1000 ára ríkinu, þá verður engin gamall. Við bara fáum háan aldur. Það verður engin hrörnun. Þetta bara að koma. Þetta bara handa við hornið. Þið að sjá það núna að síðustu tímar sem við erum að tala þið heyrið væringarnar, þið heyrið hvað að gera fyrir botni Miðjarðarhafs, þið vitið ófriðinn allan sem menn ráð ekki við og þeir að reyna að laga málið með springjum og alls konar öðrum málum, en hatrið, það hefur ekki horfið. Hatrið á gyðingum hefur ekki minnkað. Og svo allir að segja, ég sjáðu hvernig gyðingar þeir eru, þetta meiru skepnurnar, þeir taka það og skjóta það og þeir taka það og svelta það og það verður að færa okkur fréttir sem gera verkum að við höfum vantrú á gyðingum, en vitið á hverju gyðingar eru komnir á þennan stað? Þeir eiga stefnumót. Þeir eiga stefnumót við þann sem kemur á skýjum himins og hann stígur fæti sínum á olíufjallið og hann verður kominn til þeirra. Það í annað skipti sem Jesús Kristur kemur til jarðarinnar, hann kominn til þeirra til þess að stoppsetja sitt ríki og þá fyrst verður fríður á jörðinni. Það engin annar sem getur búið til fríð nema fríðarhöfðingi sjálfur og nema von að þið sem hafi frelsast munið eftir fríðinum sem kom inn í hjartað ykkar. Munið eftir friðnum sem varð inni, bjó hjá ykkur og dögum og vikum saman. Þá upplifðu það var friður, fögnuður, gleði. Það var allt annað af því nú var nýr andi komin inn. Ef aðeins að halda áfram með líkamann, sjáum hvað við eigum í vændum. Ég ætla að fara með ykkur í 16. og 17. versið í Rómarbréfinu 15. Þessu fer að ljúka hjá okkur. Og þá það í 16 og 17, þá segir þetta við okkur. Hann segir,
En ég hef sumstað að rýta yfir fullt djarflega til þess að minniður á sitt hvað. Ég hef gjört það vegna þess að Guð hefur gefið mér þá náð að vera helgiþjónn Krists hjá heiðingum og innaf hendi prestþjónustu við fagnarerindi Guðs til þess að heiðingjarnir mættu verða Guði velþóknanleg fórn, helguð af heilugum anda. Og þetta er dásanlegt að sjá hvernig Páll leggur til fagnarerindi sem helgar. Boðskapurinn sjálfur, hann helgar andaðinn, sálu og líkama. Og þetta er svo stórkostlegt þegar þið takið þennan boðskap inn. Þá þarf ekki að rugla ykkur með alls konar guðfræði, þá megið þið taka við því gróðursetta orði sem framgengur af Guðs munni, því það er Guðs orð. Og ef við förum í 19. versi í þessu kapla, það er síðasta versi sem ég vísa til í þessum kapla, þá segir það svona: með krafti tákna og undra, með krafti heilags anda, þannig hef ég lokið við að flytja fagnarerindið Krist frá Jerúsalem, allt í kring til Illyrju. Það hefur þannig verið metnaður minn að láta fagnarerindið óboðað þar sem Kristur hafði áður nefndur verið. Og Páll, hann sá alveg tilganginn að boða fagnarerindið út allt. Leyfa öllum að heyra, leyfa öllum að fá hlutdeild, leyfa öllum að vera hluti af líkamanum sem vinnur saman, starfa saman og sendir orku og kraft og styrki hvert til annars. Svoleiðis að Drottinn Jesús Kristur, hann fái heiður og dýrð af okkar nærveru. Ég ætla að enda þetta með því að fara með ykkur í einn mann sem að við skulum fara með í Postulasöguna 17. Það er einn af þessum mönnum sem frelsuðust. Þá er Páll postuli í Þessalóníku. Nei, hann er í Aþenu. Og það er svo merkilegt með ræðuna í Aþenu, það vita 2 nöfn sem frelsuðust þá. Bara 2 nöfn. Það voru reynda fleiri, en við vitum bara 2 nöfn. Og þessi postuli sem við nefnum hér, Páll, hann er að tala, og það kemur fram í lok sögunar Pál í Aþenu, Apostolsagan 18, og við skulum fara í 34. versið. Þannig skildi Páll við þá, en nokkrir menn slóust í fylgd hans. Þeir tóku trú með þeirra við á Dionýsius, einn úr Areopagosdóminum, konan okkur Damaris að nafni og aðri fleiri. Hvað var Dionýsius? Við bara vitum ekkert hann. Hann var bara einn af þeim sem var í Areopagosdóminum, heyrði ræðu Páls og hann frelsaðist. Var hann ekki fallinn frá eftir viku? Var hann ekki fallinn frá eftir 1 mánuð eða bara hvarf hann ekki aftur til gömlu trúarbragðanna? Nei, ekki aldeilis. Það er til saga hann sem segir frá því að þegar Dominikanus var keisari í Róm, hann er keisari eftir Neró, þá verður þessi Dionýsius, hann verður tekinn og hann þarf að líða píslarvætti dauða. Og það segir hérna, ég þýddi þetta aðeins, ég á bók þetta, og það segir svona alveg stórkostlegt mál í þessu efni, til að fá að lesa þetta hérna. Eftir þetta var Jóhannes sendur til eyjarinnar Patmos, sem þýðir dauðlegur. Þar fekk Jóhannes í opinberunarbókina og þeir reyndu áður að drepa Jóhannes með því að sjóða hann í sjóðandi olíu. En honum var ekki meint af. Og þá fór hann að Patmos. Hugsa ykkur hvað heiðnumennir reyndu að bjóða hinum kristnu, en líka með Krist sem Drottinn styrkti og var með, þeim var ekki meint af þó að þeir hafi farið ofan í sjóðheita olíu. Takið franska kartöflu og athugið hvort að þið viljið setja puttan ofan í olíuna. Nei, ekki aldeilis. Við erum ekki til í það. En Jóhannes var boðið upp á svona trakteringar. Og svo kemur þetta. Þar fekk Jóhannes opinberunarbókina og Dóminitianus tók fleiri fyrir, svo sem Tímóteus, Markus í Alexandríu, Dionýsius sem frelsaðist hjá Páli í Areopagosdóminum í Aþenu. Sjáðu hvað varðum þessa menn. Þeir sem að báru sannleikanum vitni, þeir sem voru hluti af líkama Krist, af hverju voru þeir óvelkomnir í heiminn?
Af hverju voru þeir fjandmenn menninganna? Af hverju voru þeir andstæðingar Grikkjanna og skurgoðanna? Af hverju sáu menn ekki að það þurfti að velja milli skurgoðanna eða Guðs almáttugs skapara himins og jarðar sem þú ert skapaður eftir og samkvæmt. Og þegar við komum að þessu þætti, þá er svo eðlilegt að þú sem kristinn einstaklingur, þú verðir sköpunarinnar megin. Þú verðir í þeim líkama sem styrkir hvern annan. Þú verður meðal okkar, það sem að orka Krists fær að flæða yfir og þegar við erum að biðja saman sískinni, við leggjum hendur hvert yfir annað, þá erum að biðja náð Drottins og náð Heilagsanda að koma yfir, styrkja og vera með. Skiljiði hvers vegna við erum þá sem líkami að biðja fyrir sjúkum. Við erum ekki að mikla okkur sjálf, við erum ekki að þykjast vera öðrum aðri eða betri eða orku meiri. Við erum að biðja Drottin að gera sér dýrlegan, svoleiðis að líkami hans megi fyrir okkar tilstilli, þroskast guðlegu þroska, dafna, vera í frelsisnáðinni og skína hjá okkur eins og Drottin þráir að fá að skína. Heyri amen. Amen. Við skulum þá rísa á fætur og ég ætla að biðja ykkur þið sem að viljið fá fyrirbæn núna. Það er kannski eitthvað að og eitthvað sem Drottin þarf að kippa í hjá ykkur. Komið hérna fram. Leggjum okkar mál fram fyrir Guð. Ég er með mál sem að ég var að hitta bekkjarsískinni mín úr Kennó, við höfum ekki hist í 52 ár. Og vitið hvað voru að segja mér? Getur þið beðið fyrir þessu og getur þið beðið fyrir hinu. Og þau voru að leggja fyrir mig bænarefni sem að ég ætla að leggja fram núna. Ég bara legg þau hérna fram og við erum hér samankomin til þess að biðja saman. Þeir sem verið fleiri fyrirbæn, gjörðu svo vel. Bara svo leggjum við hendur okkar yfir ykkur og við blessum ykkur á þann hátt. Drottin, þakkaði fyrir í þínu nafni. Þá megum við ljúka þessari ræðu með því að tala við þig. Gerðu þið dýrlegan Drottin, gefðu styrk elskaði Herra og þakkaði fyrir að andlegi máttur þinn. Og það flæði sem að kemur á milli bræðra og systra, það með koma fram. Við köllum yfir lækningu og lausnir. Við köllum yfir styrk, Drottinn minn. Við köllum yfir elskaði Herra að við fáum að gera því dýrlegan sama hvernig við förum að því. En Drottinn, að þú einn fáir heiður og dýrð. Og Jesús bænarefni sem við erum beðin að biðja fyrir. Gerðu því dýrlegan. Láttu ásjónu þína lýsa yfir. Og takk elskaði Herra að við mögum vexa með þig á allan hátt. Heyri amen.